Það er ekkert óalgengt að það þurfa að breyta spássíur í skjali og það er oft gert ef maður þarf aðeins að maður vill hafa þetta á færri síðum þannig að það breiði ekki úr sér á of langan eða þá maður er með töflur eða eitthvað sem tekur meira pláss. Spássíur er allt auðabilið hérna í kring sem stæði fyrir ofan, neðan og hliðunum. Það eru spássíurnar og það er breytt þær með því að fara inn í layout. Hér fer ég inn í layout og smetla á það og margins. Margins eru spássíur og ef ég ætla að breyta þeim sjálf, stilla sjálf hvað þær eiga að vera stórar, þá smetli ég hér á, fyrir litlu örina hér og vel custom. Það er sjálf gefið að þær eru, toppurinn er 254, að neðan er 254 og til hægri og vinstri er jafnstórt 2,54. Það er ekkert óalgengt að þessu sé breytt. Til dæmis segjum að ég vilji hafa að ofan vil ég hafa það 3. Þetta er bara tölur sem ég er að gefa mér. Ég vil hafa þetta 3 cm. Að neðan ætla ég að hafa það 2. Ég gefi fyrir hérna villu svo 8. Hérna hef ég það 2. Og til hliðar vil ég líka hafa það 2. Og ég get líka strika bara út og skrifa því. Ég þarf ekki að fara eftir örfunum. Get bara að skrifa þetta í svona. Smetla á OK og sjáu hvað gerist þegar ég smetli á OK. En það er breiðari textin. Ég get sýnt þetta líka bara með því að fara ef ég fer hérna á undo knappinn. Það smetla einu sinni á hann til að leyfa ykkur að sjá. Þetta er svona núna. Ég smetla á undo. Og færist náttúrulega allt skjalið sko. Og sjáu þið að það breyttist þetta hér orð fleira. Það var í þessari hérna línu með því að hafa það eins og það var. Breyta því aftur, fyrir aftur í rítúbar til þess að þið sjáu það. Sjáu hérna er þetta endar línan á boðskort og þá er línan orðin breiðari og þá kemur þetta orð kemst fyrir hérna líka. Það er sem sagt farið inn í layout, margins og custom margins og breytt hérna sentimetra tölunni.